meira en þetta. Og að þessu sinni skoðum við herbúðir ÍA-manna og svo KR-inga. Jón Örn leit við á Skaganum og Valtýr Björn í Vesturbænum. Skagamenn spila á nýjan leik í fyrstu deild í sumar en þeir sigruðu í annarri deild með miklum yfirburðum í fyrra. Liðið Skagamanna er ungt og þar er nánast unglingalandsliðsmaður í hverri stöðu. ÍA teflir auk þess fram 4 A-landsliðsmönnum og þar má fremstan telja Sigurð Jónsson sem lék áður í Englandi. Koma hans á Skagan telst líklega mesta breytingin í ár, ásamt hinu að Karl Þórðarsson hefur lagt skóna á hilluna. Maður er eins og jeppandi, maður er hækkar upp. Þetta er lagi núna? Ég er að lagast. Ég fór til Skógara, Kolbeins Gíslasonar í Reykjavík og ég er allur að lagast. Skagamenn hafa spilað leikkerfið 3-5-2 í vor, en líklegt byrjunarlið í sumar er þannig. Markvörður Kristján Finnbogason, varnarmenn eru Luka Kostic, Alexander Högnason og Ólafur Adolfsson. Miðjuleikmenn eru Sigursteinn Gíslason, Sigurður Jónsson sem er fyrirliði og Heimir Guðmundsson. Kantengiliðir eru Bjarki Gunnlaugsson og Haraldur Ingólfsson. Sóknarmenn eru Arnar Gunnlaugsson og Þórður Guðjónsson. Þjálfari ÍA er Guðjón Þórðarsson. Það er nokkuð ljóst að maður leitar alltaf eftir sigri í öllum leikjum. Og aðferðina getur verið mismunandi við hvern og einn leik fyrir sig en maður leitar eftir sigri, svo er bara ráðað hvað maður vinnur marga. ÍA vann litla bikarinn helgina og lið sem leikur svona knattspyrnu getur sett markið hátt fyrir komandi tímabil.